Velkomin í dag, kæri hlustendur, í þáttinn okkar hatt sifjar. Eitt skemmtilegasta hrekkjabragð og mesta klúður í góð heiminum. Við kynnumst Loka Lauversinni, meistara hrekkjana, Þór þrumuguðnum sjálfum og tveimur dvergum sem kunna betur að smíða en nokkur annar. Eitt sinn, þegar enginn sá til, laumaðist Loki að Sif, eiginkonu Þórs, og klippti allt gullarið hennar af. Loki, hvað ertu að gera? Þetta vex aftur, vonandi. Þegar Þór sá Sif sköllótta, þá varð hann brjálaður. Loki! Ég ætla að brjóta þér hvert bein í líkamannum. Bíddu, ekki gera neitt. Ég sver, ég skal láta svartálfa búið til hár úr gulli sem vex eins og venjulegt hár. Þú verður enga svindl til, Loki. Ef þú stendur ekki við þetta, þá skal ég kenna þér hvað þrumur er. Loki hljóp beint niður í Níðavelli þar sem dvergar smíða gripi fyrir goðin. Hann fann bræðurna Ívalda syni, 2 frábæra smiði. Sælir drengir, ég þarf gull hár fyrir Sif og kannski eitthvað flott fyrir vini mína í Ásgarði. Við getum það, hár úr gulli sem vex eins og lifandi hár. Hér er líka báturinn skýrplanir og spjótið gugnir. Frábært, en ég held að aðrir dvergar geta gert þetta betur. Loki, eins og hann var vanur, gat ekki sleppt tækifærinu til að storka öðrum. Hann veðjaði höfði sínu við dverginn Brokk hvort hann gæti búið til gripi jafngóða og Ívalda synir. Brokkur og bróðir hans, Sindri, fóru til smiðjunnar. Þeir kveiktu eld og byrjuðu að búa til galdragripi. Brokkur, blást þú í beltinn og hægt ekki fyrir en ég segi stopp. En Loki í gervi flugu ætlaði að trufla þá. Flugan stakk mig í höndina en ég gefst ekki. Flugan stakk mig í augað, ég þurfti að hætta í 1 sekundu. Skaftaði hamrunum mér aðeins og stutt, en það virkaði ennþá. Þeir fóru allir til Ásgarðs og Æsir settu þing. Óðinn, Þór og Freyr áttu að dæma gripina. Hér er spjótið gugnir fyrir Óðinn, hattur fyrir Sif og síðast en ekki síst skíðblaðnir fyrir Freyr. Og ég legg fram gullhringinn Draupni, göltinn Gullinbrista og hamarinn Mjölni. Þessi hamar er frábær. Hann hittir alltaf beint í mark, en kemur alltaf beint tilbaka og ég get með þess að setja hann í vasan. Við dæmum hamarinn bestan af öllum gripum. En Brokkur minnti á veðmálið. Hann átti höfuð Loka. Nú skal ég taka höfuð þitt, hrekkjaseggur. Þú átt bara höfuðið, ekki hálsinn. Þannig komst Loki undan, að mestu. Brokkur tók nál og saumaði saman varir hans með bandi sem nefnt var vartari. Og svona endaði hrekkur Loka með saumaðan munn og Þór með nýjan hamar. Þannig varð Mjölnir til, hinn frægi hamar sem ver Ásgarð frá jötnum og illum öflum.